Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það var kynjaþing á laugardaginn og við ætlum eiginlega að forvitnast aðeins það. Hingað eru komnar Sonja Þorbergsdóttir sem formaður BSRB, velkomin. Takk. Og Tatjana Latinovic sem formaður Kvenréttindafélagsins. Velkomnar. Takk. Herðu, kynjaþing, hvað það? Kynjaþing svona vettvangur, lýðræðislegur vettvangur sem Kvenréttindafélag skipulegur árlega. Núna var þetta haldið í 7. sinn. Byrjuðum 2019 með minnir og 18. Og sköpum svona vettvang fyrir grasrótarfélög, grasrótarsamtök, einstaklinga eða hvern sem svona vinnur að jafnréttismálum í víðum skilningi og skipuleg, þingið eiginlega bara skipuleg, viðburðarþinginu skipulagður af samtökum sem vilja gera það og bara tala svona nýjustu strauma í feminískri umræðu. Skilir því að þetta sé fjallað jafnrétti, feminisma í víðuskilningi. Við viljum svona fræðast það sem að gerast. Þess við viljum ekki lokast í einhverjum svona okkar bergmálshellum, heldur viljum svona læra og frétta hvað að gerast, en líka þetta bara svona frábær staður til að hitta fólk og mingla og heyra og ný félög hafa verið stofnuð upp úr einhverju spjalli eða einhver viðburði á kynjaþingi eins og feminist fjármál til dæmis og svona. Þannig að það var aðalmarkmið og hefnaðist mjög vel. Það voru svona stofur eða svona smerri málþing innan allt saman. Já. Og eitthvað af þeim alltaf að reyna að ná hingað að rauðaborðinu. Það var þarna til dæmis frá kvennaatkvæðinu ofbeldi. Það var líka ofbeldi í listum, hvernig það nær fram og hitt og þetta sem ég ætla að reyna að fá hingað, fleita þeirri umræðu hingað inn. Það nefnilega markmið með þessu. Ja, það náttúrulega eins og þeir að tala að það hérna í kaffipásunu kannski mesta fjörið. Það það, kaffipásunu og kokteil á eftir, barnum á eftir. Það hafa verið 10 viðburðir skipulagðir. Fyrsti viðburðir, þessi 10. eða fyrsti var með forsetaframbjóðendum kvenkyns, og hini voru það svona í 3 stofum í 45 mínútur. Og það getur verið allt frá fyrirlestri út í bara spjall. Þannig að við sem fyrirlestri og kynningar þá hafa Þroskahjálp verið til dæmis með mjög áhugaverðan fyrirlestur sem ég mæli með að þú færði að tala. Þau voru að tala umönnunarbyrði sem fellur konur með fötlubarn og sérstaklega erlendarmæður sem eru mjög hlutfallslega margar á landi, þannig að það er svona beina sjónum á það, þessu tvöföldu einhvern jaðarsetningu. Þar Stígamót voru með umræðu hvað má í listum ofbeldi, kvennaatkvæði var með hvað það kvenna í Palestínu var það? Konur í Palestínu voru með bara mjög upplýsandi og fræðandi viðburð. Það voru 2 sem aktivistar frá Palestínu sem við tekjum að vinna mikið með og sem voru eiginlega bara, ég bara lærði margt nýtt stöðu kvenna í Palestínu og voru 2 ungar palestinska konur sem voru hér og gróð gest skólanum og kláruð, þannig að þetta var bara fengum upplýsingar beint frá þeim. Svo var kynjafræðikennarar. Við erum alltaf í góðu samstarfi við kynjafræðikennara og lærum svona, hlustum á þau, og það líka bara vettvangur koma og bara ég held að niðurstaða var að þetta bara að efla kynjafræðikennslu í öllum skólum, í öllum skólastigum. Ef við viljum koma okkur upp úr einhverjum bakslægi sem núna. Svo samtöku 78. Samtöku 78 voru líka, það var skemmtilega, hvernig kona má ég vera, þau voru að spjalla það. Og svo vorum við með, við kannski tölum þetta, hvernig verður alltaf, við ákveðum þemu í ár. Það er ekki alltaf þema, við höfum svona uppgötvað það að betur svona fókuserum með einhver svona laus þema, þannig þema hjá Kvenréttindafélaginu alltaf samtvinnun. Við viljum
svona fá allar viddir jafnréttis inn og reyna einhvern veginn að ná til en líka gefa plattform til sem flestra og hitt voru þessar kröfur kvennaverkfallsins. Þannig að það var þimma. Svona lúksus og vandi, því það eru þú veist þá 3 málstofur eða 3 viðburðir í gangi í einu, þannig að það er ekki hægt að vera á öllum en það bara að horfa á myndböndin eftir Já, við tókum þetta upp allt, þannig við munum byrja. Það er þetta kannski kvennaverkfallið sem að mér langar að ræða við ykkur af því að, og við höfum svo sem gert það alveg frá kvennaverkfallinu. Það er spurningin er alltaf sko, þetta var stórkostlegur viðburður, gríðarlegur kraftur, en hverjar voru kröfurnar? Hver var merkingin að baku þetta og það er kannski spurningin svona hver er staðan á bara kvennahreyfingunni ég meina er hún að breikka eða er hún að verða hvassari tiltekna kröfur og það sem að minn langaði að fá ykkur til þess að svona melta eftir þetta kynjaþing. Sonja? Já, og það var umræðefni að þess að Tatjana nefndi að þá voru við komust allavega stór hlut okkar sem voru með framkvæmdastjórnum kvennaverkfalli 2023 og yfirskrift okkar viðburða var sko kvennaverkfall og hvað svo og við fáum auðvitað gjarnan þá spurningu og kannski, þú veist, ef maður endur segir langan fund að þá var svona megin inntakið mitt í þessu, þú veist, er hreyfing í gangi, þú veist, við erum alveg eins og það voru hátt í 40 samtök sem stóða kvennaverkfallinu, þú veist, það er mjög margt að gerjast og það er líka eitthvað að gerast fyrir utan þessa hópa, en ég held að það sé mjög mikilvægt, þú veist, við höldum áfram og erum að fylgja eftir kröfum kvennaverkfallsins að við séum áfram að gera það saman og við séum áfram í samtali. Þannig að þá vorum við að velta fyrir okkur hvort þú getur skapað vettvang til þess og það var svolítið niðurstaðan að kvennaréttindafélagi myndi svona taka þann bolta að búa til vettvang og við vorum svo heppin að það komu allavega 3 rauðsokkur af því að eitt af því sem hefur verið svolítið að því við erum svolítið að horfa og við viljum grípa til aðgerða sko núna til að vekja athygli áfram á málstafnum og hafa þetta á dagskrá og svona að halda áfram vitundavakningunni. En eitt af því sem við erum mest spurðarum er sko hvort að verða kvennaverkfall 2025 af því að þá séu 50 ár liðin frá 1975 kvennafríinu og við... Svo er enginn 2024, hvort það er kvennaverkfall þá? Nei, það er svona meira þetta 50 ára sem við erum að horfa til en svo reynda að fáum alltaf í kringum sko 24. október á hverju ári og þá skilur fólk ekkert í því okkur það er ekki eitthvað að gerast eða og þú veist, vill bara fara að mæta á Arnarhól sko eða út all land en þarna fannst okkur sko ekki okkar að svara hvort það yrði kvennafrí eða kvennaverkfall 1975 að þetta væri 50 ára ammali og væri svolítið öðruvísi og svona okkar hugmyndir eru það að þetta er baráttudagur og maður er svona heyrt það frá einstaka að þau hafi mætt sko til þess að fagna því sem að hefur áunnist en þá er sko markmiðun ekki alveg nóg af því ég held að sé líka ákveðin galdur og hluti af mætingunni núna er að fólk að fundi sig svona í mismunandi atriðum og sum mættu bara til að sýna samstöðu, sérstaklega með ómissandi fólki sem að gat ekki tekið þátt eða er í þannig störfum að þau hefðu ekki leyfið til þess og þú veist, fólk að lendum upprunni láglaunastörfum og svo framvegis. En það var allavega svolítið niðurstaðan að þetta á ekki að vera, þetta missi slagkraftin að vera haldið þetta of oft og þú veist, þá meira svona að finna púlsinn hverju sinni og svona eins og gerðist núna síðast og það, þú veist, það var greinilega þörf og eftirspurn eftir einhverju svona alvöru róttækum aðgerðum en það verður ekki haldið kvennaverkfall 2025 og þá kemur að hinnu. Jú, það verður 2025, ekki 2024. Nei, það verður ekki 2025, heldur. Nei. Ekki á 50 ára afmælinu? Nei. Það var ekki. Af því að það, þú veist, þetta með missir slagkraftin sinni að þú ert að halda þetta oft. Þetta er ekki hátíð, þetta á að vera baráttu afl, sko. Þannig að það var svolítið... Ætlið að berjast bara á 10 ára fresti? Nei, við ætlum bara að grípa til. Já, við erum bara að svekja. En við vitum svo sem ekki. Nei, mér er kannski verður, þú veist, þetta verður alltaf verið mjög stuttur aðdragandi. Við erum ekki tilbúin að gera uppskeruhátíð hverju árið. Þetta á að vera verkfall, það á að vera kraftur, það á að vera róttækt, þá ekki, fólk á ekki ætlast til að, já, þessi dagur er við mætum þannig partí. Nei. Já. Þannig að ekki veit lengur hvað er. Þannig, já. Þannig að núna er meira sko spurningin, hvernig nýtum við sko þennan kraft og líka svona að því við fundum það líka eins og bara á kynjaþinginu, það er svona svolítið endurnýjun, það var meira fólk að koma bara svona eitt og sér og hafði ekki verið dregið af einhverjum sem er mjög áhugavert að það er ekkit svo oft sem það gerist og til þess að svona búa til samstöðun aftur og fylgja eftir kröfunum og við ræddum það svolítið líka
að sko hverjar eru bestu aðferðnar og vorum svolítið sammála það að það auðvitað, þú veist, á svona fjölbreyttum toga, nýta húmorinn eins og rauðsakahreyfingin og kvennalistinn og kvennaframboðið gerðu. Aðra voru á því að það mætti bara vera svolítið reiðar og vera með svolítið pöng, þannig að vonandi verður bara eitthvað svona allt í bland. Og svo var líka svolítið stór spurning, sko, hver sko vettvangur til að koma á framfæri, af því að við horfum á sko þessar stóru hreyfingar sem voru hérna, þú veist, eins og rauðsakarhreyfinguna eða kvennalistan og kvennaframboðið, og þá varstu kannski bara með eina útastöð og það var hægt að gefa út blað og það var svona auðvelt að koma að skilaboðum áleiðis, en hver vettvangurinn í dag, það svolítið svona... Og hvernig verið Vera í dag? Já. Vera var náttúrulega stórkostlegt blað. Já. Hérna... Við reyndar Kvennaréttindafélag gefur út 19. júni og í ár verður það tilengað kröfum kvennaverkfallsins og Inga sem er framkvæmdastjóri kvennaverkfallsins hún rístýra í ár þannig að en það ferir bara til félaga í Kvennaréttindafélaginu og svona mætum alveg að gera meira. Það er ekki bara góð hvatning til að gerast félag í Kvennaréttindafélaginu? Já, en það vandar svona, kynjaþing sýnir í hvert skipti, sérstaklega núna, sýnir einmitt að það vandar vettvang til að hittast og spjalla og plotta og svona. Það var einmitt einn sem var að koma svo alveg í fyrsta skipti, það er bara að séð þetta á netinu og hún var bara að reyna að átta sig á einmitt svona skipulaginu. Og við vorum útskýra nei á, þú veist, kynjaþing er ekki ein samtök eða þú veist, þetta er bara vettvangur margra og þú veist, og svona og svolítið að spyrja, ég meina hvað hefur mestan áhuga á og það var bara allt, þú veist, já, þannig að þá þarf kannski að búa til eitthvað svona samtvinnuna vettvang til að fylgja þessu eftir. Akkurat, vorum að tala þannig að það sem feministafélag átti fyrir mörgum árum, þá voru það að hittast reglulega, bara kvöldi að tala eitthvað. Og þetta vandamála, ég þarf að ná sambandi við kvennarhreyfinguna, hvar finn ég hana? Hún út allt, bara á lista yfir framkvæmdastjórn. Já, kvennavörkvalls, það endurspeglar það nokkuð mörg samtök. Já, hún framkvæmdastjórn kvennavörk fannst mér bara svo flott hvað þetta, við vorum samvíð mörg og þáttakendur og samstíga, dreifðum verkefnum, það var ekki eitt sem var að svara fyrir málsvari kvennavörkvalls heldur vorum þó nokkuð mörg okkar, þannig að svona á þetta að vera held ég. En er það ekki þrautin, það var 100.000 konur á Arnarhóli. Hvar? Og hvar? Og hvar, já. Og hvað svo? Og hvað svo? Já, ég meina það er stóra þrautin. Kom ekki svör. Já, nei, þú veist, ég með það koma alls konar hugmyndir sem er aðeinslegt, en svo þarf að setja þær í framkvæmd. Og ég held að það verður svona samstæð það að sé klálega vilji til þess að koma saman og gera eitthvað og það er þá fyrsta og stóra skrefið og svo var ég, þú veist, ég aðeins búin að vera velta fyrir mig líka svona skipulagi á svona fræðum og fara aðeins að skoða sögu rauðsakarhreyfingarinnar og svo margt sem á að læra af því af því að það er náttúrulega eitt er að koma á vettvangunum en hitt er að halda honum lifandi og hann sé einhvern veginn, þú veist, að það sé ábyrgð á svona hvernig þætti fyrir sig þannig ég sé mitt fyrir mér að þetta verða að vera eitthvað mismunandi, þú veist, brjóta þetta niður eftir, þú veist, til dæmis eins og svolítið við gerum í kvennaverkfallinu, þú veist, hvernig ætlar að koma aðgerðunum framfæri, þú veist, þetta svolítið, það voru að hafa hóp sem kannski með listafólki sem að næra að setja hlutina í samhengi og gera svolítið ádeilina sýnilega með annan hóp sem einhvern veginn að draga fram staðreyndirnar en svo eru við líka svolítið sammála þannig að það er búið að rannsaka þetta allt saman þannig að það er bara einhvern veginn að halda áfram að koma þetta til vitunda fólks. Stundum er það að gera bara eins og ég held að sé Nike segir, bara just do it. Já, nákvæmlega. Og það var svolítið stemmingin. Já, en þessar kröfur sem voru lesnar upp á eins og út í fundi voru bara, við pældum mikið í þeim og það var mjög vel tekið undir það, kröfurnar, þannig að ég held það sé svona alveg samstæði í samfélaginu að það þarf að gera eitthvað í þessu. Við erum ekki alveg búin að ná jafnrétti eins og við teljum okkur hafa gert vera fyrst efst einhverjum listum í heimi. Það er svo margt en þá að. Þannig að það er líka bara vitundavakning það. Að skoða sem breytur hvaða stöðu erlendra, hvaða stöðu fallaðra, hvaða og hvaða hinsegin fólks þessi bara svoköllu kvennastörf sem Sonja bara getur talað meira heldur en ég en ég er svona í spjalla mínu bara út allt eftir þetta kvennaverkfall það voru bara allir sammála
það kom engum á óvart það var enginn hissa að þessar kröfur voru lagðar fram. Þannig að þó þú sitt ekki að hugsa þetta dagsdaglega, þá ertu bara að gera þig grein fyrir því af hverju eru leikskólar undirmannaðir, hvar eru mönnunarbyrði mest heima, ofbeldi og svona. Það einhvern veginn, en svo verður líka bara það, hvað þurfum við bara endalaust að tala þetta. Til þess me too, bara konu búin að opna sig og svo bara gerist ekki neitt. Þannig það líka, við getum líka ekki ætlast til að konum að bara endalaust vera að koma með sína sögu og svo gerist ekkert. Þannig þetta á líka að vera bara svolítið tól til að þrýsta á stjórnvöld og það sem hafa valdi sem heldur breyta hlutum að gera það. Sko, það gæti verið þannig að kvennarhreyfingin hafi risið upp svona bylgja viðja síðustu öld og náðu að skipuleggja sig, verið með eigin vettvang, voru með sitt eigin hús í Hótel Vík og svo ótrúlega sérmjöndi hugmynd sitt eigin hús, já, og svo í hlaðvarpanum minn sitt eigin fjölmiðil, sinn eigin vettvang, sitt eigin framboð og eitthvað fleira og síðan og náðu miklum árangri. Og þá kemur svona hugmyndin það að við förum bara og störfum þar sem við erum, inn í hver í sínum stjórnmálaflokki og hver í sínu og svo gengur það svona og svo allt í einu vakna konur kannski upp við að byttu, þurfum við ekki kannski að hafa skipulagðan hreyfingu og skipulagðan vettvang sem eru okkar kröfur vegna þess að það ekki þannig að þetta leysi svona sjálfur sér það sem að hver kona þarf eiginlega að bera fram kröfurnar á sínum vettvangi. Erum við stödd þarna kannski og þá horfum við hvað er húsið okkar og hvað er fjölmiðlinn okkar og hvað er frambúðið okkar og hvað er skipulagningin okkar. Getum við lifað á skipulagningu allra hinna? Það er til hús, Hallveigarstaðir og fleiri félög, en ég held í grunninn og það kannski sem að ég allavega áttaði mig líka á eitt dæmi eins og þarna var pallborð með stjórnmálaflokkunum. Og þá var mitt borin fram þessi spurning sérstaklega, þú veist, og svolítið vera höfða til þeirra. Þið hafi í gegnum tíðina staðið saman femínísk málefni. Getið, þú veist, sjáu þið hagið því og munið þið gera það áfram og hvað til dæmis varandi endumátt að verið kvennastarfa og hvað er hægt að gera í því. Og þá voru svörin, endurspegluðu kannski, eða þú veist, að það er alltaf þróun í þessu. Og það var fyrir nokkrum árum sem að Viðreisn lagði fram þingsályktunartillögu sem að var mjög góð að því leytinu til að vera að leggja til að sé unnið að gera þjóðarsáttar endurmáttarvirði kvennastarfa. Og það var svona einhverju flokk að tekið undir þetta og ég var alveg svona sammála því á þeim tíma en núna þegar ég heyri talað þetta, þú veist, að þá hugsa ég en hefðu við náð þjóðarsáttum að það ætti ekki að samskatta hjón, hefðu við náð þjóðarsáttum að feður ætti 3 mánaða fæðingarorlof, hefðu við náð þjóðarsáttum þungunarrof, frelsi til þungunarrofs, þú veist, það held ég ekki, femínísk barátta hefur ekki einkennst að því að þú náir einhvern veginn allir í þjóðinni með þér, heldur einmitt að það sé svona handafli verið að knýja fram breytingar og svo þú horfið tilbaka að þá þetta náttúrulega bara eins sjálfsagt og það gerist, af því að breytingin er góð, en hún var kannski í samfélagi þess tíma ekkert svo, komar að segja sjálfsögð. Það var ekki trópa húrra fyrst þegar það var snett, sko. Og svo bara, þú veist, þegar reynslan kemur og þá séu allir auðvitað, þetta er bara sjálfsagt eðlilegt og svo þarf, þú veist, auðvitað að verja það sem er búa ávinnast. En þá, að því að við vitum það og rannsóknir sýna það að besta leiðin til þess að endurmeta kvennastarfa er tvíþætt. Það annars með því að búa til virðismatskerfi sem að meta störfin og þá þarf að gera það í heild sinni, þú veist, af því að við erum með starfsmatskerfi á sveitarfélögum sem að fjallar grunnlaun en það fjallar ekki heildarlaun og það þarf að passa upp á það og svo hjá ríkinu ekkert og það er engin efst uppi sem yfirsýnina úr 30 feta hæðinu og að passa upp á samræmi á milli eða átta sig á því hvort það sé mögulega vanmat á störfum í heilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu og svo framvegis og svo sjáum við líka þessa skekkju ef við ætlum að bera saman og það kom reyndar svolítið fram í pallborðinu, þú veist að það kannski að endurhugsa framlög til sveitafélaga að þeim langstærstu starfahóparnir hjá þeim eru kennarar, þannig að þú veist, og svo það hitt að fara í gegnum kjarasamning og þau voru svolítið að höfða til þess að þyrfti þjóðarsátt til þess að passa upp á að það kemur ekki kallastéttur eftir eða næðist einhver árangur hjá kvennastéttunum í kjarasamningum.
en það þarf ekki að búa til þjóðarsátt þess. Þú getur gert hvoru tveggja. Þú býrð til virðismatskerfi og það eru einhver einstaka stéttarfélög sem hafa ná árangri til þess að lyfta upp kvennastéttunum sérstaklega og bæði getur spilað saman og þú ert að ná árangri, en svo má ekki heldur gleyma því að við erum ekkert mjög skýr svona landamæri á milli stéttarfélaga. Þannig að þú veist, þegar ég segja einstaka stéttarfélög hafa lagt áherslu á þetta, ég meina Efling klárlega eitt skýrasta merki það og svo hafa BSRB-félögin líka verið að gera það, en það eru bara ótal margar kvennastéttir inn í öðrum stéttarfélögum sem hafa ekki sett þetta í forgrunn. Það er þetta mun hreinna fyrir KÍ af því það er bara mikill meirihluti konur, þannig að það er alltaf aðgerði þá að endurmeta laun kvennastétta þegar þau eru að gera kjarasamninga. Sjúkraliðar. Já, nákvæmlega, og sjúkraliðar innan BSRB. En svo ertu með kannski, þú veist, ég meina stóra hópa innan sveitafélag, með stóra hópa á almennum vinnumarkaði sem kannski stéttarfélögum sem ekki að setja þetta í forgrunn. Svo eins og innan Eflingu, innan BSRB og annar staðar að þá fólk samtaka það að setja þetta í forgrunn og það auðvitað skiptir máli en þá ekki að þurfa að bíða eftir því. Það sé raunverulega samþykki frá köllunum. Það er oft annað að samþykja og samþykja. Þú getur samþykkt það í svona sjálfu sér en það bara er ekki áríðandi. Já, er ekki forgangi. Það er svo margt annað sem við erum sammála sem við ætlum að gera undan. Já. Það er margar af þessum kröfum hafa nefndar. Og ég held líka að smá svona hugsunaskekkja í þessu að því leitinu til að það einhvern veginn verið að leggja megin áslena á að stéttarfélögin þá komi sér saman þetta og setja þetta oddinn og eiginlega passa upp á að hinn kom ekki eftir í einhverju höfrungarhlaupið til þess að setja viðhalda það leiðréttingunni. En þú átt heldur ekki að því að atvinnurekendur bera skyldu samkvæmt lögum til þess að tryggja jafnrétti kynjanna í launum og öllum þessum fjölbreyttu birtingarmyndum. Og mannréttindi ekki umsemjanleg. Þannig að þú getur ekki hort bara á það að þetta sé á kjarasamningsborðinu, þau bera sjálfstæða ábyrgð til þess að tryggja þetta og það er ekki gert nema með aðgerðum og setja það í forgang og því líka vinnu í það. Ef þetta er svona spurningum með hreyfingu og hvernig hún nær fram kröfum sínum og þetta sem við erum að horfa á kannski að þið voru með pattból stjórnmálaflokkana og þau eru öll með svona einhverja áherslur í kvenfrelsismálum eins og Hættan svo náttúrulega að þau koma sér bara saman það sem að þau geta komið sér saman sem að saga segir okkur eru kannski frekar það sem hefur kallað svona millistéttakröfur vegna þess að flokkarnir eru bara svo ólíkir og líka að stjórnmála fólkið tilheyrir náttúrulega ákveðinni elítu í samfélaginu þannig að það er það sem aðkallandi á þeim þannig að ef það er ekki kvennarhreyfingin að reka fram kröfurnar að þá hætt við að það sé val það hvað árangur næst í annarkvort skipulagsleysinu á hreyfingunni sjálfri eða það sem að getur verið svona ég var að reyna að giska á að væri svona afkvæmi af velgengninni að það sem að liti svo á að það ætti að vera eiginlega kvennabaráttin í öllum stofnunum samfélagsins en kannski niðurstaðan svo ef við fylgum stjórnmálaflokkunum að gera þetta að það séu fyrst og fremst svona það hefur verið fæðingarorlofið það hefur verið jafnlaunavotturinn, það er jafnt hlutfall kynjanna í stjórnum og ráðum og þetta er svona frekar millistéttarkröfurnar, frekar heldur en óréttlæti þeirra sem eru láglaunakvenna eða kvenna sem eru innflytjendur og eru á jaðri vinnumarkaðarins, á jaðri húsnæðismarkaðarins, bara á jaðri samfélagsins vegna tungumálsins og annað slíkt. Þetta allt hjálpar til en ég langar bara svona ég hef verið hugsað mikið rauðsökahreyfinguna og lært þetta fyrir minn tíma áður en ég flutti hingað en hef lært í háskóla þetta og ég er búin að vera þú veist og það fylgjast með þessu og frábær svona punk í þeim, ég róta eitthvað svona en ég held að árangur frá þessu sem þeir byrjuðu hefur nást líka að við þessar konu komu svo í einhverju stöðu þar sem þeir getur í kerfinu þar sem þeir getur breytt. Margar þeirra fóru í pólitík eða í stígamót eða þetta voru þannig að árangur ekki bara úr aðgerðum þeirra þegar þeir byrjuðu heldur að þeim hefur tekist að komast inn í kerfi og breyta kerfi og ég held að ástæðan fyrir því að okkur, ég held að við bara vilt meina í jafnréttisbaráttu að við erum ekkert að ná landið er breytt hér búa 36.000 erlendarkonur það eru ekki allar í lánuðum störfum
Það eru margar mjög menntaðar eða vinna í alls konar störfum. Jú, en óréttlætið. Þú sér þær ekki hjá hinu opinbera, í stofnunum, í einhvern stöðum, ekki margar, þar sem þær geta breytt hlutunum og geta bara bent á. Til dæmis var bara þroskahjálp var með frábæra viðburð en það eru með polska konu sem fær, ekki bara því hún polsk, heldur hún bara fær og kemur með nýja sýn á þetta. Við gerðum, þegar ég formar innflytjendaráðs, þá gerðum við hagstofa Ísland til að gera launakönnun á grundu uppruna og hún var svona tilraun til að gera það, hún var ekki fullkomin en það sagði þetta þurfa bara tíma og pening til að tróa þetta en það kom í ljós að á meðaltali var fólk að verðlauna uppruna með 8% lægri laun heldur en Íslendingar í sumum stjættum, sumum þessu störfum eins og hreingerningar var í 16%. Það skipti máli hvaðan fólk kom. Þú veist, eftir Svíi eða ertu Pólveri eða Tælendingur, þú veist, og svona, þú veist, og einhvern veginn, ég held að sé það sem við þurfum að skoða, þess að vitt og breytt í samfélaginu og jafnréttisbaráttu þarf að ávarpa það alveg, þú veist, þannig að ég held að það sé líka, þú veist, það er grasrótarbarátta og við þurfum að efla hana og vera sterk, en svo líka bara koma réttu fólki á réttu staði, réttu störf. Svo náttúrulega, svolítið eins og við rættum í aðdraganda kvennaverkfallsins, þú veist, ég menn þetta hefur verið þróunin, svo komum við okkur inn í allar þessar stofnanir og reynum að breyta innanfrá, en þá vantar svolítið pönkið. Og pönkið þarf alltaf að vera til og ég verði til að það verði bara alltaf endurni, þessi bara unga fólkið í pönkinu, þú veist, og við bara bjóðum einhvern strúktur og hjálp, já. En ég held að þú veist að vita þetta var ekki eins og stóra málið þar, þú veist, að því að ég meina mér var bara svolítið brugðið með þessu stjórnmálaflokkana og líka forsetaframbjóðandana. Þetta dauft eitthvað. Já, þetta var rosalega litlaust og hérna, og svona þá áttaði ég mig á því að þú veist, þetta er ekki þú veist, hérna, besta staða þekkingar í dag að þróunu sem eru orðið og líka þessi áhersla sem þú ert að nefna hérna, það er bara engin að pæla í lín-innisma lengur. Þú veist, við erum ekki að fara að pæla í því hvort að við sem að koma á konum í framkvæmdastjórastöður eða ekki. Þú veist, það er búið að fara einhver áratugur í það eða eitthvað álíka og ekkert gengið, þrátt fyrir einmitt hérna lögin kynjahlutföll í stjórnum. Þá þarf bara að taka næsta skref fyrir það og setja bara einhvers konar hérna refsingu fyrir því ef það er ekki fullnægt því skilyrði. En það sem að lærðist líka þar og vonin var á þeim tíma er að það myndi hafa svona margfeldi áhrif að þú veist, ef þú ert með hérna jafnt kynjahlutfall í stjórnum þá myndi það því að jafnt hlutfall framkvæmdastjóra og svo myndi það hafa áhrif sko niður á hérna gólf. Ég verð að svekkja með því að þótt að sem konur séu helmingur af stjórnarmönnum í bönkunum okkar að þá hegða þessi bara nákvæmlega eins. Já, ég meina það hefur við líka sagt, það er ekki alla konur feministar. Þess vegna þarf að búa til vettvang, það sem þetta er allavega að þú allavega ertu upplýstur bestu mögulegu hérna, stöðuþekkingar hverju sinni og áherslur þá, þú veist, svona breiðrar kvennasamstöðu það til hvað aðgerða þurfa að grípa. Þannig að það sé þá allavega á taktinum, þótt að sumir nota það kannski bara til skrauts til þess að geta svara fyrir sig, en einhverju þá raunverulega reyna að hjálpa til að vinna að því. Já, ég held að samstæða sé rosalega mikilvægt og það er það sem einkennir Íslandi. Nú erum búin að tala kvennafrí í mörgum löndum, í viðtölum, í mínum löndum og þetta er eina spurning sem ég fæ. Það er fyrsta spurning sem er hvernig náðu þið samstöðu? Þannig að ég held að þessi bara... Þetta er galdur og það er eitthvað sem grasrót starfa svona hugað og við næra það. Það gerist ekki á sjálfu sér og það er tekist á og það er bara allt í lagi að þessi tekist á og við vilja fá fleiri með okkur ef eitthvað er. En það má samt ekki enda á einhver svona málamillun og við gefum eitthvað frá okkur sem þýðir ekki neitt, þú veist, sem er bara eins og í stjórnmálaflokkum, það veist, bara þurfa að hugsa alltaf hvað heitir það, fylgi. Já, þú veist, við megum ekki vera þar, þú veist, að jú, við erum allir og svo megum við ekki segja neitt, við hljótum að mega takast á.
og bara ræða málin. Ef þetta eru orðið einhvern veginn skilabónir og þess eðlis að fólk móttekur þau ekki lengur, þá má það líka hugsa sem barátta aðferð að svolítið bara ganga fram á fólki til þess að ná allavega samtalinu upp, sko. Þú veist að það þarf ekkert alltaf að vera styrkar. Sko það er rétt sem að segja, Tatjana, að rauðsokkurnar þær fóru inn í kerfin og höfðu þar áhrif. Það má líka segja það það var svona róttæk bylgja sósíalista á 8. áratugnum sem að náði engum árangri. En margt af því fólki fór og hafði mjög mikil áhrif á til dæmis verkalýðsbaráttu og opinberra starfsmanna. Voru, ég get alveg nefnt, sko, formennir í einstöku félögum, þessi var í KSML og þessi var í EIKML og þeir fóru þar og höfðu mikil áhrif. En það sem að kannski gerist að ef þú ert einn inn í kerfinu að reyna að breyta því og ef þú ert ekki með fólkið á torginu að hrópa og halda kröfunum, að þá fjarar út, það er bara þannig. Og líklega þarf sá sem er inn í kerfinu og ætlar að breyta, hann getur engu breytt nema að sé virk grasrótarhreyfingan úti. Og þá er það spurningin, er það kannski það sem að, en það er svo sem ekkert vantað í kvennarhreyfingunni, við höfum MeToo, við höfum druslurnar, við höfum alls konar svona raunverulega róttækari aktivisma heldur en eiginlega í öllum öðrum róttakari heldur en í umhverfismálum þú veist, svona, ef maður er að fara að vikta þetta eitthvað, sko. Þannig að hvað er það sem að væri gott að hafa svona meira skipulag á svona grasrótarhreyfingunni, meiri virkni þar til þess að geta sveikt, sko, stofnaninnar sem að allir feministir eru inn í að breyta innanfrá. Er það svona sem er að hugsa? Ég meina, þetta er náttúrulega tvíþætt, annars var, sko, ef að þú ert inn í stofnunum að reyna að breyta eða fyrirtæki eða hvað það er og ert svolítið ein eða eitt í þessu, að þá auðvitað þarf næringu einhvers staðar annars staðar frá. Og það held ég að sé líka ákveðin galdur sem hefur verið í kvennarhreyfingunni sem að ég veit ekki hvenær skapaðist, þú veist hvort það sé eldra heldur en rauðsokkarhreyfingin, en það er eitthvað svona meira, það er sjálfgefið að við stöndum saman og það er nærandi að vera í þessu samtali, þó að þetta sé stundu tekist á, en það var allavega ekki, eins og maður getur oft ímyndað sér og hefur heyrt frá svona öðrum samtökum að þetta er bara meira rifrildi sem að þú veist og þá bara svona missir fólk kannski orkuna á flugið og sér ekki tilganginn. Og svo þarf, þetta þarf svona pínustruktúr, þetta þarf eitthvað, þú getur ekki verið með. Það verður æðislegt að vera með mörg samtök, það þarf starfsmann, það þarf, þú veist, þetta til að halda þessu gangandi að svo fólk komi í og geta bara verið róttækt og spjallat og grasrótin nærist, þannig að ég er ofta að hugsa um þetta. En þá gerir fólk oft. Kvenréttindafélag meitt, starfsmann í 80% starfi, kvenfélagssamband líka, þú veist, það eru hinn sem stíga mót kvenna, fleiri en þau eru líka í þjónustuhlutverki á, Jón Viminn mikið að gerast hjá þeim líka, þannig að það er svona, en það þarf, og ég man eftir í stofnunum samtök kvenna erlend uppruna, það er líka, við fengum svo svakalega mikinn stuðning og styrk bara að vera í kvennahreyfingunni. Við vorum fyrst að hugsa að stofna samtök útlendinga, og svo voru bara engi karlar með okkur, við föttuðum þetta, við vorum bara konur og þá bara ákveðum að stofna það og það auðveldaði okkur að búa til stefnu og sín og halda okkur við það og það að vera hluti af kvennahreyfingunni held ég bara hefur fleygt á þeim samtökum mikið og lengi hefur búin að vera starfað í 20 ár mikið en svona þannig að ég veit ekki ég er ekki að svara þér en það er þetta er í gerjun sem að segja bara þessu ég menna þessi viðburður þú veist helgina, hann var þess að lesa við lofuðum að halda annan viðburð fyrir heldina setna og við erum svona aðeins bara fram á aftur því að við erum ekki alltaf gefist vel að reyna að hóa fólki saman rétt fyrir sumarfrí en hvort að hausti sé málið og þá verður þetta svolítið tekið upp, þú veist, hvernig getum við skipulagt okkur betur, hvernig getum við búið til sameiginlegan vettvang og svolítið forgangsröðun, sko, þú veist, hvað viljum við gera hverju sinni, hvað er mikilvægast. Það er stundu gert þegar það eru mörg lítil félög að þau sameinast, ég held að iðnaðarmannafélögin hafi verið að sameinast til þess með sameiginlega rekstrakostnað til þess að auka afsitt.
Það oft gert í svona, og það var bara til upp úr miðri síðustu öld og voru til svona kvennahús, ekki bara hér, heldur, ég menn eftir svona í Danmörku, alveg rísahúsi sem voru alls konar félagsamtök sem En það svona Hallveigarstöðin, það eru þessi 3 samtök stóru. Já, þetta ekki svona grasrótar, þetta ekki svo skrifstofa bara það ekki verið inn. En sko, kvenréttindafélag getur verið regnhlífarsamtök. Já, kvenréttindafélag þetta kvenfélagssamtök bandala Kvenreykjavík og þar leigja leigja aðstöðu. En man ég ekki rétt, þið getið orðið regnhlífarsamtök fyrir önnur. Jú, við erum sem sagt í okkar samtök, í kvenréttindafélag nokkur samtök og við erum til dæmis fulltrúi í Íslands í European Women's Lobby. Og svona það frá European Women's Lobby sem er svona starstu hagsmunasamtök feminista í Evrópu, í Brussel sem var bara svona beint einhvern áhrif á og það sem að gerast á þingi eða og þó við sem ekki í Evrópusambandi, þá erum við í þessum samflótti, það eru samtökum og það var til dæmis krafa að hvert land býr til regnhlífarsamtök sérstök, bara sérstaklega fyrir til að vera hluti í lobbyum og við sögum við getum ekki gert það, við erum svo lítil og ég veit að ég talaði við Rúmeníu, Serbíu, Króatíu og það svona svolítið óvirk, þá þetta bara einhver svona regnhlíf en hafa ekki bólmagn til að vinna mikið með félögum sem undir hjá þeim nema í þessum störstu löndum og svona, þannig að ég held að við þurfum að vera pínu praktísk. Það bara grindin að reglífinni og það rignir í gegn. Já, þetta líka að fólk alltaf að byggja eitthvað reglífarsamtök innflytjenda, við grasróðin svo veik, þau svo fá að það er ekki búið til einhverja reglíf sem yfir hvað. Þetta að styrkja þetta að neðan. Það sárvantar samtök innflytjenda. Þó ekki nefn að bara hafa talsmann innflytjenda í öllum þessum fréttum innflytjendamál. Það alltaf verið að ræða við fólk sem ekki innflytjendur. En þá þarf bara að styrkja innflytjendur. Já, ég meina og styrkja samtök. Það eru nokkuð samtök, en þetta er bara þú er bara að endurspara stöðu innflytjenda í samfélaginu. Þú hefur bara ekki tíma til að sinna þessu. Innflytjendur þurfa að geta haft afl til þess að reka þá baráttu sjálf. Alveg svo konur verða að reka sína kvennabaráttu. Já, en svo er bara svo höfum við ekki í kvennahreyfingunni. Innflytjendamálin mikið og það byrjar þá þegar samtök kvennaverðlumpröfun stofnuð og eru strax hluti af kvennahreyfingunni og við erum núna allavega í kvennahreyfingafélaginu og í allar umsagnir frumvörp og allt sem við gerum, við skoðum þetta með þessum augum, erum við að ná til allra kvenna sem búa í Íslandi. Erum við bara að tala ákveðna heldur, erum við að tala þannig að við höfum kommenterað á útlendingafrumvörp, mjög grimt að það bara ekki tekið kynjasjónamið ekki haft til hlýsjónar og svona, þannig að það var gefin út síðóskýrsla, þetta kvennasáttmáli, við skrifum skuggaskýrsla og svona öðrum og svo síðó gaf út svona tilmæli sem við svona reyndum í og tókum punktana og sendum alþingismenn. Hvað Alþingi þarf að gera til að Ísland standi við þennan kvennasáttmála og það bara kemur mjög mörgum punktum koma innflytjendur konur fatlaði inn á. Þannig að við svona reynum að tala fyrir þeim. En það er alveg bent á þetta Women, að þú veist, ég það vera að biðja að veita umsagnir þingmála, að vera að biðja sem er síðan ekki eins og lesna, Þetta er gildrað félagsamtaka að alltaf vera að þjóna einhverjum umsóknum og fleira, svo er þetta ekki svona lesið, Eða bara kalla þetta, getur komið eftir 5 mínútur á fund. Já, nákvæmlega. Sýndarsamráð upp allaveggi og litlu félagsamtökin eru í stundum í sjálfboðastarfi að eyða tíma sínum í þetta. Ættu kannski bara frekar að vera með einhverju miklu róttakar aðgerðir. Líta svo á að þessu utan kerfisins alltaf áhrif á kerfi en ekki þessi hugmyndum að það geti haft áhrif á kerfi með einhverjum umsóknum. Þetta samt virkar, þetta samt hefur eitthvað að gera. Þegar ég var í Women 2003 þá kom þann stóra innflytjenda frumvarpið. Það átti bara að taka DNA síni af okkur og ég veit ekki hvað og hvað. Ég man það voru einhverjum 15 atriði og við náðum að ná bara 8 út sem voru bara út, þannig að það myndaðist svona þrýsting og þá fórum fyrir nefnd og skrifum umsagnir, fengum hjálp, það er bara svolítið flókið að leysa umsagnir og skrifa og svona og mynduðum
bara svona stemningu kringum það, þannig að og gátum bara þegar við höfum alltaf benda á það sem verður sagt eða ekki, þannig að það er ekki eina. Þá er líka sterkt afl, þú veist, ég er ekki vissum að það sé alveg staðan í dag, þú veist, að það sé þannig skipulag Nei, það er það ekki, það er líka bara öðruvísi í dag, þú veist, en samt en fengum mikið stuðning frá öðrum samtökum, það voru, ég held ég, bara allar ungleiða hreyfingar stjórnmálaflokka vorum alveg í bankinu. Það myndir ekki nást í dag því að ég held að allir flokkarnir séu komnir á því að vera með svona útlendingandu, það er keppni á botnin hver getur verið grimmastur því miður. Og það er einmitt eitt, þú veist, líka því að ég var aðeins að rifja upp þegar þú varst hérna með þættina og varst að reyna að draga frá raddir, þú veist, fólks af erlendum uppruna og oft kvenna að staðan er þannig þetta að ég allavega hef heyrt að þau veigra sig við að fara í viðtöl, þau veigra sig við að vera í fronti af því að það er bara svo miklu meiri bara andúð og andstreymi og rasismi og þú veist, og þau verða meira fyrir barðinaði heldur en áður sem er, þannig að þú veist, það bara segir svo skýrt hvað þetta er hrikalegt bakslag. Já, bakslagið er svakalegt. Það er bara þannig að ef innflytjandi kemur og talar bara sjálfsögð svona réttindamál og hérna lýsir við tökunum í samfélaginu, að þá fær viðkomandi yfir sig sko gríðarlega persónulegt álag, fær bara í posti og senda á viðkomandi. Það er enda hringt í mjög kvöldi til heim. Já, og skammast yfir. Já, bara eitthvað. Akkur þú ferð ekki bara heim og allt þetta? Ekki þannig, heldur bara svona fólk svo leyfi sér, ekki oft, bara útskýra fyrir eða bara leyfi sér svona einmislega sem mér myndi aldrei þetta í hringi. En þið voru svolítið romantískar á þann að tala um rauðsökurnar. Þær fengur þetta aldrei sér við sig. Já. Ég held að hafa fengið saman rauðsökurnar hafa fengið rosalega mikið á sig, sko. Það er til breið bók þar líka. Ég held að hlutaði er að þær hafi mitt brynjað sig með kaldhæðinni og þú veist, þannig ég held að það hafi gefið þeim orku, bæði náttúrulega það að nærast hverja annari en einhvern veginn að þú veist, að taka þetta ekki of alvarlega. Og ég held líka bara í þessari polariseringu og öllu sem er núna, þá held ég bara alveg eins og sjáum bara að sko hérna baráttu hinsegin fólks að þú getur líka unnið með því að vera með, svo við séum, þú veist kannski ekki rómantískar en bara einhvern veginn með gleðinni, með samstöðinni, með svona jákvæðinni en líka þessa pönki og kaldhæðinni, þú veist, og ég held að það sé leiðin fram á við, af því að þú fer að tala einhvern veginn á einhvern hóp, þú veist, þú eru að breyta þér og þú eru að gera hinsegin og eitthvað sem er, þú veist, þá kannski erum við bara búið til stærri ekki á. Og ég held að í núverandi andrúmslofti og með bara öll þessi áhrif sem eru í gangi og sem að, þú veist, við tölum um Andrew Tate eða Jordan Peterson eða öll þessi áhrif sem þetta hafa líka unga fólki, að þá er það ekki leiðin fram á við, sko. Og maður hefur heyrt það svolítið að það er búið að vera efla eins og kynfræðslu og jafnréttisfræðslu í skólum að sumir ungir strákar upplifa bara að sé verið að gera það á alla gerendum og þá er markmiðinu þetta ekki náð, sko. Þú veist, þá þarf þetta að gera þetta með einhverjum öðrum hætti. Já, akkurat. Eru hérna, með að heyri svona, það er eitthvað degla hérna á Íslandi í kvennabaráttunni. Gæti, hérna, já, það er að verða til þarna, ég kann ekki lengur að telja, sko. 5. bylgjan er að verða fæðast. Er þetta sambarlegt sem að upplifið það að sé sambarlegt allstar í heiminum? Að það sé eitthvað svona deglutími í feminismanum? Það sem ég held að við séum framarlega í þessu eins og öllu. Þá erum við líka í grasrótin framarlega. Það er eitthvað að gerist. Ég heyri meira um þetta. Í þessum landum sem ég þekki, sem ég kem frá, Balkanskaga, það er ofsalega mikið tala um ofbeldi. En það eru bara, femicid er bara svakalegt vandamál. Og hjálpar ekki Jordan Peterson og hjálpar ekki. Þannig að, jú, ég svona, í minni svona einhverju búblu, þá sé ég mikið um þetta á samfélagsmiðlum og svona, en þau fá svona samtök ekki áherrn stjórnvalda. Ég verið til dæmis í Vítalum eftir 24. október í sjónvörpum þar og það er spyrt hvað getið þið sagt konum hér, hvernig geta þær náðu meiri jafnrétti. Ég þarf ekki að segja, það er fullt af samtökum þar sem eru að vinna í því. Ég ætla ekki að segja fólki hvernig að gera þetta. Þannig, jú, það er svona, það eru alltaf hreyfingar en ég held að hafa ekki mikið áhrif. Fjölmiðlu þarf þetta ekki huga að spurja samtökin, þarfinn samtök. Nei, það fá ekki, já, það þarf einhverjum útlengur, ég verði þetta ekki útlengur, en það þarf einhver utanfrá að koma, því Ísland er svo markasett flott sem fyrir hérna landið í jafnrétti þá hljótum við að vita þetta allt og geta gefið þeim einhverju uppskrift og við höfum fengið mikið af fyrirspurnum
hvernig við getum hvernig fólk gæti að skipuleggja. Mörg áhugasöm að gera þetta. En ég held ég myndi líka, þú veist, það eitthvað svona smá svona öfusnúið við það að við rötum í heimsréttinnar og alla helstu miðlana og það kemur þú veist, fréttamaður frá BBC og bara með, þú veist, allan daginn og í aðdragandanum og svo framvegis. Ég menn það hefur auðvitað ratað eitthvað í heimsréttinnar sko bara átt að hvernig þessu Suður Kóreu núna sem ákveða það ætli bara ekki að deyta kallmenn og ætli bara einhvern veginn að sýna fram á valdaójafnvægi með þeim hætti en þú veist það var líka risastór barátta bara á Ítalíu fyrir nokkrum mánuðum vegna einmitt kvennamorðs og það sem að hlutinu voru sett í svo skýrt samhengi að það ætti erindi við allan heiminn, þú veist að vera að reyna af skrimslavæða þessu umræðu, þú veist þeir ekki allir skrimsli, þú veist að það þýðir ekki að horfa á það þannig, þú veist heldur á að horfa á þessu rauðu viðvörunarbjöllu sem að reyna að stjórna lífi kvenna, að skeita skapi sínu ef að það þú veist, hætt að hitta vini sína, þú veist, allt þetta skilju, að það getur leitt til einhver svona. Og við hefum náttúrulega verið mjög inspirerar af sko, konum í Suður Ameríku, þú veist, það náttúrulega einmitt kvennamorðstíðnin ótrúlega há, en þær að safnast saman út á torgum og alls konar hreyfingar og mótmæli og baráttudansa og bara svona mjög inspirerandi. Það er svo augljóst að þið langar í eitthvað svona. Já, það er eitthvað svona. En það Suður Kóreu, þar síðustu viku fengum við Kvenréttindafélaginu heimsókn frá 3 þingkonum frá Suður Kóreu og ég held að við vildum bara svona fræðast Ísland, jafnrétti, nei það voru búin að lista þannig að þungunarrof hvernig komu þið þessu í gegn jafnlaunavottun, það voru bara svona með to-do listi fyrir sig og voru að spyrja, vilju konkrétt ráð hvernig að gera hluti, mér veist þetta svo flott svo komu japanskur konu og einhver sveitafélagi þarna sem voru líka með svona, þetta var ekki bara einhver svona hvað heitir þetta, svona vísindaferð hópablei, þær voru bara með það voru mjög undirbúnar fyrir þetta og voru klárlega eitthvað að spá og það oftilega svona mesta eða þú veist þegar maður að taka á móti ykkur að reyna átt að hvar eru þið stödd eða þú veist hvað á ég að byrja á að segja eða þú veist og að því ég menna líka, ég myndi að koma ykkur frá Ítalíu og ég var ekki búin áttum á því að atvinnuþátttaka kvenna væri 50% þar og eiginlega bara í opinberum störfum, þú veist, og maður er bara, þetta er Evrópaþjóð, ég hef bara gefið mér að þau varu nær okkur. Ég var á Írlandi fyrir nokkrum árum og þá fattaði ég að þau eru ekki með stéttarfélag, verkalýðshreyfing ekki neitt og þau eru ekki með leikskóla. Þau eru enda með stéttarfélög. Já, þau sögðu bara allavega kvennahreyfingir er ekki í sterk, þau eru með stéttarfélag, ég sagði bara, ég var að tala hlutverk stéttarfélaga, þú veist, í jafnréttisbaráttu stöðu og svona, og þær, þá þarf maður bara svona að fara nokkur skref aftur, þegar maður útskýrir. Það þetta labba eftir Íslandssögunni og fá tengingu við ýmislegt þegar að segja, það var náttúrulega varð því miður auðnaðis kvennarhreyfingun og verkalýðshreyfingun ekki að vinna saman hér snemma á síðustu öld. Verkalýðshreyfingin varð mjög karllæg og konundar voru eiginlega utan og tók langan tíma fyrir þær að koma inn. Vakning í kvennabaráttu hér kannski svona á 7. og áður en rauðsókurnar komu var mikið til út af samþykktum Sameinuðu þjóðanna eða alþjóða vinnumálastofnunar og þeirra sem var sótt sem fyrirmyndað utan. Það var kveikjan hér til dæmis jöfnlaun fyrir sömu vinnu var ekki krafa sem var til á Íslandi. Þetta var innflutt. Það var ekki Bríet Bjarnhéðinsdóttir sem stofnaði Framsókn, eitthvað ekki sókn félag Karlarnir vildi ekki hafa það voru sér bara hafa þeir í félum að þeir héldu að þá myndi launin fara niður. Það líka svo áhugaverð saga, hún að stofna Kvenréttindafélagið og svo fer hún bara í kaffi hjá okkur nágrannakonu sem bara, okkur þið bara að tala ykkur borgarleg réttindi, okkur ekki að tala láglauna konurna og þá verður einhver gerjun og svo þar allar að fylgja sér bak við að styrkja stofnun verkakvennafélagana sem ótrúlega magnað. Það er mjög magnað, mjög skemmtilegt. Þetta eru skemmtilegir tímar að degla í gangi. Það er eitthvað að koma út úr þessu. Þannig að þið vilja ekki hafa kvennaverkvall á hverju ári. Vil ekki tapa því að vera með 100.000 og vera svo með 70 og svo 50 Nei, menna hættan er svo að fólk líta á þetta sem uppskjöruhátíð eða hátíðarhöld eða það er að vera eitthvað fögnuður. Hugmyndin er að fara og skoða í verkfæragistu grasrótarhreyfinga hvað er hægt að gera.
það að vera með eigin vettvang, eigin aðstöðu, það að vera með fjölmiðla, það að vera með ýmsar aðgerðir, það að vera með fundi og ráðstöfnur og það að vera með einhverja deglu. Og það eiginlega hugmyndin. Það sem að vantar helst virkar í grasrótarstarf eða eitthvað. Já, það var þetta skemmtilegt, það var þetta bara ná sem flest ná ungt fólk. Fólk að lendum uppruna, ungt fólk að lendum fólk, falla fólk. Já, og svona bara, já. En það vantar að viðhalda eða búa til enn fleiri frekari vitundavakningu, en líka samstagsvettvang sem þarf skipulag fyrir. Sonja og Tatjana, takk fyrir komuna. Takk fyrir. Takk fyrir. Ég set hins vegar áfram og reyni að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. 60% eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.